Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Lengi hefur verið nokkur ljósmyndahefð á Siglufirði, en það til að mynda starfrækt öflugt félag áhuga ljósmyndara, Ljósmyndaklúbbur Fjallabyggðar. Einn þessara ljósmyndara Björn Valdimarsson, en hann hefur sérstakan áhuga á að mynda fólk og hefur síðustu 6 árin eitt talsverðum tíma í að mynda íbúa Siglufjarðar við sínar daglegu athafnir. Nýlega gaf hann út afrakstur verkefnisins, bókina Fólkið á Sigló, sem hefur að geyma 128 ljósmyndir af íbúðum Siglufjarðar eða fólki sem tengist bænum nánum böndum. Í upphafi var þetta svona hefðbundið svona landslag og umhverfismyndir. Myndaði töluvert af eyðibílum og gömlum bílum hérna í umhverfinu á Norðurlandi árabil. En síðustu árin hefur þetta fyrst og fremst verið fólk og fólk sem að tengist Siglufirði og Ólafsfirði með einhverjum hætti. Og segja svona upp úr 2011 þá tekið þá stefnu og eiginlega búin að vera að mynda fólk að langmestu leyti síðan. Og þetta svona vatt upp á svo og varð tók alltaf meir og meiri af mínum myndatíma og áhuga og svo allt í einu bara þá gerði mig grein fyrir því að ég var komið með nokkur 100 myndir, mannamyndir sem tengjast bænum og nánasta umhverfi. Og í fyrra kviknaði þessi hugmynd að gefa þetta út á bók þó að netið sé gott og mjög gaman að hafa þetta á netinu og náttúrulega margir sjá myndirna þar, fleiri heldur en nokkuð tíma að sjá bækur eða sýningar. Þá bókin alltaf svona ákveðið form sem að mér finnst gaman að og ég sjálfur kaupi mikið af ljósmyndabókum og bækurnar eru það sem mér finnst alltaf svona skemmtilegast að skoða. Maður sér það í myndunum að hversdagsleikin, hann spilar dálítið stórt hlutverk frekar en kannski einhver glamúr. Hvers vegna það? Hvað við hversdagsleikan sem svona áhugavert? Mér finnst hann bara svo heillandi, bara þetta fólk bara við sín daglegu störf og daglegu athafnir. Við erum rosalega lánsamir með það hvað mér hefur verið tekið vel hérna af fólki. Ég fengið að fara inn til fólks og mynda það inn á sínum heimilum eða vinnustöðum. Þannig að þetta svona öðruvísi heldur en kannski að fólk sé að stilla sér upp í sínu fínasta pússi á fögrum degi. Maður kemst svona öðruvísi að fólki með þessu. Ég sé að það myndavélar hjá þér á borðinu og ein svona gömul fyrir aftan þig. Maður kannski hlýtur að vera dálítið mikil svona myndavéla áhuga maður á þessu eða hvað? Ég það ekki. Ég sjálfur sér hef svona tiltölulega einfaldan smekk í þessu. Ég endurnýja vélar ekki mjög oft en ég datt niður á þessa Fuji-vél hérna fyrir nokkurum árum síðan og hún hefur reynst mér mjög vel. Hún er meðfærileg og létt og gríðarlega fín myndgæði og þannig ég hef notað hana mjög mikið við þetta verkefni. Eitt þeirra verkefna sem Björn með á sinni könnu myndaröð lífið á Sauðanesi við Siglufjörð, en þar búa hjónin Jón Trausti Traustason og Herdís Erlendsdóttir ásamt heimilisfólki. Jón og Herdís eru í hópi annesjabænda sem búa við ysta haf og sinna vitaeftirliti og veðurathugunum, en auk þess reka þau sauðfjár og hrossabúskap á jörðinni. Ég held að þetta sé eina af þessum kannski stéttum sem svona hverfandi, allavega fækka verulega í hópnum og þetta annesja líf finnst mér heillandi og þegar ég var búin að vera að mynda þessar myndir heima í Siglufirði í nokkur ár þá vaknaði þessi hugmynd að gera svona heildstæðari sögu þetta sem í gangi hér. Jón vitavörður á Sauðanesi og hefur auk þess fylgst með veðri fyrir Veðurstofu Íslands í rúman aldarfjórðung, en veðurlýsinguna sendir hann á 3 tíma fresti. Hvernig leist þér á þetta þegar Björn kom
svona með þessa hugmynd til þín að fara af stað með svona myndaverkefni hérna á staðnum? Mér finnst þetta bara mjög spennandi. Eins og hann lagði þetta upp og var að segja ykkur frá að þá var þetta bara gaman að þessu, áhugavert að fá að taka þátt í því og ég var strax mjög hlynnt við því. Ég er ákaflega að geta verið athyglisjúkur á köflum þannig að þetta var fittaði velinn hjá mér að hafa hann í þessu verkefni og fá að taka þátt í því. Þannig að það var bara mjög gaman að því. Kom þetta eitthvað á óvart að hann sýndi ykkur svona mikinn áhuga? Já, kannski í og með og þó ekki því að við þekkjumst nú við Björn og gegnum tíðina og erum ekkert að kynnast beint í kringu þetta svo sem Og hvernig hefur þetta verið að hafa hann svona inn á gafli hjá okkur með myndavélina á lofti? Björn? Hann er ekkert inn á gafli hann kemur nú bara svona yfirleitt hringinn allt á undan sér og allt í fína með það. Og við eigum sameiginlegt áhugamál svona fíkn að það er að fá okkur einstöku sinnum í nefið. Þetta er voðalega sjaldan svo það komið fram því að þetta er nú á þessum síðustu tíma þá má ekki vera auglýsa eitthvað svona. Nei, en þetta er, vorum að spá í að hætta saman hérna fyrir nokkuð síðan. Já. Og Björn hafði orðað því að við ekki bara hætta saman Jón og ég vissum ekki alveg fyrst hvað hann átti við en svo kveikti ég því að það var þetta hérna. En við hættum við að hætta saman þannig Sem betur fer? Já, þetta er allt svona skekkjumaka hjá okkur samt og þegar við hittumst þá fá okkur eins í nefið bara eins og menn hafa gert í gegnum aldina og fyrir vel á því. Þetta er svona ekki allir sem hafa kynnst þessu og þetta er litið sérstakt, þessi staðir eru náttúrulega settir niður á ákveðna staði út af þessum annars. Þetta var náttúrulega vitarnir fyrir sjófarendur og annað slíkt. Veðurathugunar nýtast þeim og öllum landsmönnum enn þann dag í dag. En það er eins og ef við komum fram að þetta er auðvitað ekki mikil nýliðun í þessu Þetta er svona hægt og rólega síg út með aukinni tækni þá er minni áhersla lögð á þessar upplýsingar. Þær eru ennþá fyrir hendi og hvað Veðurstofan var að þá skilst mér að þeir ætli bara að láta þessar mönnuðu stöðvar svona deyja út hægt og rólega eftir sem fólk bara hættir. Það verður ekki ráðið nýtt fólk í ef ég veit rétt. Og við taka þessar sjálfvirkjustöðvar sem eru auðvitað ágætir en gefa takmarkaðri upplýsingar heldur en mannsauga getur gefið. Hversu lengi maður með svona verkefni klárast þetta einhvern tíma? Ég von ekki. Ég er allavega ekkert að flýta mér að klára það. Ég held að þeim lengur sem það getur myndað svona líf, þeim betri verður sería þegar að henni líkur eða allavega ákveðnum tímabúti þá er hún orðin heilstæð. Þessi er svo mjög mikilvægt að vera ekki að flýta sér. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.